Og áfram höldum með föstudagsþáttinn á N4 og nú ætlum við að fræðast aðeins rafíþróttir. Þeir eru komnir til mín, Gabriel og Baddi, segjast vera tölvuleikja nöllar. Velkomnir. Takk fyrir. Þið standið fyrir viðburði sem átt að vera síðustu helgi og svo næstu helgi en hann frestast. Hvaða viðburður þetta nákvæmlega? Sko, þetta við köllum þetta Norðurlan. Já. Og Norðurlan svona það sem kallað rafíþróttaviðburður. Já. Það sem mjög mikið af fólki kemur saman og bara raunin að spila tölvuleiki saman. Já. Og því ég ekki nölli, sko, ég veit ekki neitt þetta, en LAN, þið voru að segja mér hérna áðan sem ég finnst svo áhugavert, LAN var eiginlega kannski gert upphaflega til að því að nettengingin var bara þannig að fólk helst að vera saman. Já, þetta var stendur fyrir Local Area Network. Já. Allir eru á þessu sameiginlega neti. Já. Og þetta var, áður fyrir þá var það þannig þegar margir voru að spila saman þá studdi eiginlega bara nettenging á einhvern vefþjón eða eitthvað ekki nóg. Já. Og þannig að þörfin til þess að hittast og til þess að geta spila leikinn almennilega margir var meiri. Já. Núna eru vefþjónar og allir í vinnu og fína tengingu til þess að geta spila þetta en við höldum bara upp á þetta svolítið upp á nostalgíuna, sko. Já, og kannski, því að fólk kannski orðið svolítið einangra núna heima þessar í tölvunni, þannig að gaman að koma saman, það ekki? Jú, maður tekið eftir því svolítið í dag, sko, því meira sem við virðumst vera tengd á netinu, því meira virðumst við fjarlægjast, sko, í persónu. Og þurfa samt meira á því að halda, kannski. Akkúrat. Þar komið þið sterkir inn. Já, við viljum svona hafa þennan viðburð fyrir fólki sem kannski upplifir sig svolítið einangrað í tölvuleikja heiminum. Já, eru þið uppaldir við tölvur og tölvuleiki, eða þannig? Þetta alveg frá ykkar blauta barnsbeini, það ekki? Jú, svona nokkurn veginn. Ég held að ég fengi fyrstu leikjartölvu mína þegar ég var 5 ára eða eitthvað. Já. Og búin að svolítið í því bara síðan. Getið ímyndað ykkur heiminn án tölva? Meiri bækur býst ég við. Sko, ég get ímyndað mér, hann bara frumstæðari. Þetta bara svo ólík upplifun. Þegar ég var krakki það var þetta ekki til, sko. En svo voru þið í VFMA og þar byrjuðu þið, eða ekki með að tengjast þessu svona LAN-i eða hvað? Jú, þetta var raun alltaf viðburður sem haldinn var í VFMA. Kallaðist bara VFMA LAN í rauninni. Og það var mitt einu á önnina, við vorum báðir í rafeindavirkjanáminu saman, þar sem þáverandi skipuleggjandinn á viðburðunum bara rauninni flosnaði upp og bara gæti ég gert það. Þannig við tókum bara við þessu og höfum gert það síðan þá. Já, við tókum við þessu, hvað með, 2 daga fyrir var það. Já. Og gekk vel. Já, það var ekkert svona lámars sem við höfðum, við varum með keppnir og eitthvað og svo fengum við þetta aftur önnina eftir. Þá vildum við gera þetta aðeins starra, við fórum að búa til svona bóli með grafík svona og reyna að setja þetta upp og svo hefur við alltaf reynt svona aðeins að koma þessu ofar og ofar með... Já, það er svona alls konar kúltúr í kringum þetta. Já. Og hvernig er svona pælingin í ár? Og þið vitið ekki nákvæmlega hvenær þessi viðburður getur orðið? Nei, við erum að bíða svona náttúrulega samkomubanni í gangi og við ákveðum að reyna að virða það. Já, flott. Þannig að það væri þá í fyrsta lagi eftir það, bara þegar því líkur. Og það er mitt svona, sko, þetta fór náttúrulega frá því fyrst að það voru, fyrst þegar við tókum við LAN, það voru nokkri leiki sem voru svona stórir og voru í spilun og það voru nokkuð allir að spila þann og það voru svona gaman. Síðan einhvern veginn hefur þetta svolítið sundrast í svona fleiri og fleiri leiki þannig að okkur við fundist erfitt að finna það sem Akureyri ekki stærri að finna svona sterkan markhóp í einn leik sem allir eru að spila og þannig við fórum og færðum okkur aðeins Baddi kom með hugmynd einu sinni að vorum við með svona hotn fyrir almenning með svona retro-leikjum gömlum þar sem allir gátu setjast og spila og vera saman í því til þess að draga og líka allir einangrast aðeins á tölvunum og koma þarna saman og deila í gömlum leikjum sem hafa að spila. Já, og mæltist það vel fyrir? Já, ég myndi segja að það gengi frekar vel, sko. Gömlu leikinni, nostalgía. Já, svona menn voru búin að spila saman eða eitthvað svo tóku þessi pásu. Fóru aðeins þarna, fengu sér að borða, settist þarna, spjölluðu aðeins og voru að spila eitthvað gamla leiki. Ég spila hennan. Þetta er bara eins og skoða gamalt myndalbúm, að spila gamla tölvuleiki. Það er það, sko. Þetta er líka mjög fínt, sko, fyrir einmitt yngri krakkana sem kannski höfðu ekki tækifæri til að spila þessa leiki og eru þá að fá að upplifa þetta samhliða þeim eldri sem svona mun eftir þessu. Og hvaða leikir eru þetta, ef við nefnum einhver nöfn? Við vorum með þarna hefur verið svona undirmót, sko, við vorum með svona stóra leik sem var keppt í, svo vorum við með, sko, svona aukamót sem var sko hver næði hæsta stíun í Super Mario. Kannastu þetta nafn? Þarna er ég alveg með á nótunum. En núna í ár, eru þið búin að sko kortleggja hvernig þið sjáu þetta fyrir ykkur? Er það með svipuðu sniði eða? Já, sko þetta árið tókum við þetta aðeins öðruvísi. Við tókum við vorum ekki alveg að finna þessa leiki sem voru svolítið svona stóri núna. Það er svolítið dreift og margir leiki sem eru eiginlega stórir eru þá þannig að það er ekki hægt að hýsa sinn eigin vefþjón. Þannig að við getum ekki haft einkamót í því fyrir LAN-ið.
Þannig að við ákveðum að færa okkur aðeins í svona partileiki, svo kallað, sem í rauninni, það ekkert rosalega svona hátt hversu mikið þú getur æft í leiknum eða hversu góður þú verður. Þetta eiginlega bara, þú veist, nokkuð þegar allir geta pikkað hann upp og byrja svona að spila og hafa það þannig, við ætlum að hafa þetta á svona skjávarpa þannig að allir væru svona að spila saman og horfa á það og þetta eru bara svona einfaldir leiki sem að nokkuð þegar allir geta pikkað upp og bara gengið í það. Það er pælingin núna í ár, að gera það svona. Þarf fólk að koma með tölvurnar sína með sér eða hvernig virkar svona? Sko það er einmitt á þessum viðburði, þetta búið að vera svolítið meira frjálst seinustu ár, sko. Af því þegar við byrjum að bjóða upp á það að hafa þessu mót þarna í þessum sófaleikjum, svokölluðum, þá getur fólk bara mætt og spila það í rauninni. Það eru ekki endilega að koma með einmitt stóru skjáina á hnúkana, en ef fólk vill þá upplifun og vill kannski bara nýta viðburðin til að hitta vini sína og spila sína leiki saman, þá er það bara gott að blessa. Líka pláss fyrir það. Bara alveg frábært. Opið. Og eru þið búin að hanna mikið af bólum og svona einhverju dóti í kring? Þetta er svona allt í vinnslu með það, sko. Þetta fór pínu frestun á þetta vegna. Já, við geymdum það svona með lokinu. Við vorum búin að safna vinningum og eitthvað sem voru svona seinustu. Já, þetta eru vinningar. Já, við erum í nánu samstarfi við mörg fyrirtæki hérna á Akureyri, sko. Hafa stutt vel við bakið okkur í gegnum árin, sko. Er þetta einu íþróttirnar sem þið stundið eða eru þið líka í svona fysiskum íþróttum? Við erum báðir í ræktinni bara. Já, ég var meira í íþróttum en ég er með auka hryggjarlið, þannig að ég þurfti að hætti því. En held mér alltaf að vera í ræktinni. Já. En þið voru líka að segja mér það að það er kannski að koma raf íþróttadeild? Já, það er mitt sko, Þór er búinn að vera núna leggja draugina því að koma með nýja raf íþróttadeild og þeir eru held ég bara búnir að koma því í gang. Já. Og kemur ekki óvart þegar þessi COVID-veira rennur yfir að það verður bara frá þeim, koma margar tilkynningar verðandi hvernig þetta hafa það í rauninni. Er þetta ekki góða fréttir? Vitið þið fleiri svona? Ég held að þessi fyrir sunnan er Fjölnir komið með og svo örugglega einhver önnur íþróttafélög fyrir sunnan. Þetta er bara spennandi tíma framöndan. Þetta er virkilega að springa upp á Ísland, sko. Ég held að íþróttafélögin hafa verið að pikka upp á því að það er svolítið peningur í þessum rafíþróttum, sko. Já. En tíminn er hlaupinn frá okkur. Þið fá okkur bara vöflu, þið viljið, gjörðu svo vel. Takk fyrir að koma og segja okkur frá þessum rafíþróttaviðburði og gangi ykkur vel þegar þið getið svo haldið hann. Já, bara takk hérlega fyrir okkur. Takk fyrir það.